þorpið í, velkomin sértu þorpið í, velkomin þorpið í, stöndum upp fyrir Þórsara. Stönd á æfingu hjá 5. flokki kvenna. Þetta eru stelpur sem að næstu helgi ætla að fara að spila á góðamóti. Stelpur, ég frétti það, eða ég frétti ekki, ég sá ykkur þið voru að spila sín gestalið hérna daginn. Hvernig gekk þá? Bara mjög vel. Eru þið spennta fyrir góðamótinu sem að byrja núna? Já. Hvað heitir þú? Dagbjört. Hefur þið keppt áður? Varstu með hérna að spila hjá þegar voru sem gestalið? Eða er það fyrsta skipt sem þú ert að fara? Nei, ég hef farið á góðamóti. Er gaman á góðamóti? Já. Segjum stelpur hérna, hvernig þjálfari er Garðar? Bara fín. Hann er með ykkur til aðstoð, það þarf nú fleiri en einn til þess að þjálfa ykkur. Já. Hver er með honum? Er það Jónsi? Já. Er Jónsi sæmilegur þjálfari? Já. Þú er náttúrulega ekki að segja neitt annað. Nei. Stelpur, hvað er það skemmtilegasta við góðamótin? Bara spila. Er aðalmáli að vinna eða vera með? Bæði. Að bæði? Já. Og þú heitir? Andrea. Hefur þú verið á góðamóti áður? Já. Og hvernig gekk þá? Vel. Og stefnaði að gera betur núna eða standa sig vel bara? Bara að standa sig vel. Stelpur, nú er utan að komandi liði, þeir finnst svo agalega gaman að fara í Brynju. Farið þið í þessar Brynjuferðir? Já. Finnst þið Brynju þessi góður? Já. Þú getur alveg mælt með honum? Já. Stelpur, hlakkar ykkur til helgarinnar? Já. Öllum? Já. Vitið hvaða lið eru að koma? Hafið þið kynnt ykkur það eða bara bíðu og sjáu hverju koma? Bara einhver lið sko. Á ekkert að bjóða velkomin? Jú. Hvernig myndum við að fara að því? Velkomin á góðamót? Já, við myndum gera það. Velkomin á góðamót. Ef það gera eina tilraun segja velkomin á góðamót. Velkomin á góðamót. Gestirnir þurfa nú ekki óttast þetta. Þið takkið vel á móti öllum eða ekki? Jú. Stelpur, gangi ykkur vel helgina? Já, takk fyrir það. Garðar, Marvin, Hafsteinsson. Garðar, það verður 4 næstu helgi. Já, það verður örugglega mjög gaman hjá okkur þá. Ég var að spjalla við stelpunar á hann og þá kom fram hjá þeim og eins og við vitum að þær kepptu sem gestalið daginn á móti og það var mikið fjör. Var það ekki bara notalegur undirbúningur fyrir komandi átök? Nú er alvara, nú er ekkert svona gestaneitt. Nei, það var bara mjög gott að fá æfingarleiki það daginn með strákunum. Þeim finnst ekkert leiðilegt að spila með strákunum, held ég. Nei, það er ekkert leiðilegt að takast á við þá og skemmir ekki ef það er vinna. Nei, alls ekki. Segðu mér, þegar ég var að tala við stráka daginn sem áður að fara góðamót, þá sagði þjálfari mér að Steini Páls að þetta væri búið að vera mikið spenningur annan vetur. Er þetta svipað hjá stelpunum? Já, ég held að sé alveg eins. Þetta er svona eins og jólin bara. Jólin nr. 2. Þetta er einn stór nammipóki fyrir krakkana. Já, það er örugglega búið að bíða til þessu bara frá því að æfingar byrjuðu. Þetta kitlar náttúrulega þig líka sem þjálfara að fara svona í alvöru mót með stelpunar. Já, þetta er mjög skemmtilegt fyrir þjálfarana að sjá svona eitthvað nýtt. Það gerist alltaf eitthvað öðruvísi í leikjum heldur en á æfingum. Þetta er náttúrulega miklu meiri en bara fótbolti. Þetta er náttúrulega félagskapurinn og allt það sem er í kringum þetta. Mikið að vera. Að sjálfsögðu, það er náttúrulega nr. 1, 2 og 3 að hafa gaman. Og ég efast ekki að það verður gaman næstu helgi. Ertu að leggja línurnar eitthvað? Hvað vilt lenda með liði eða bara láta koma stresslausar og njóta þess að spila fótbolta? Já, þær fara örugglega hvernig einasta leik til að vinna sko. Það er kannski eitthvað minna til að gleðja okkur þjálfarana oft sko. Númer 1 og 3 er náttúrulega að hafa gaman á hlutunum. Já, sjálfsögðu. Hvernig gengur með foreldra? Eru þeir ekkert að róast á liðlínu eða er það eilíða vandamál? Það er alltaf eins maður. Þeir standa öskra á liðlínu. En er það ekki bara gaman líka meðan að fólk er að halda sig á móttunni? Jú, auðvitað. Við viljum alltaf fá bara sem flesta til að horfa. Verðum við ekki Þórsara þekktir fyrir að vera á móttunni frægu? Jú, ekki segja það bara. Garðar, bara byrja æfing og ég segi bara gangi ykkur vel á næstu helgi og njótið helgarinnar alveg í botn. Takk kærlega fyrir það.